Herru, Kari, velkomin. Takk. Herru, byrjum fyrst næst þér. Þú ert svona búin að vera að stíga upp á meiðslum. Hvernig er staðan á þér? Ég er bara öll að koma til, ég finn það bara sjálf að það munar bara með hverja æfingunni og ég er ekkert komin í 100% form en það kemur bara. Ætlar að vera til fyrir fylgisleikin? Já, ekki spurning. Ég spilaði alltaf móti Grindavík ekki alveg heil, kláraði svona leikinn og það var bara fínt. Það fylgir á miðvikudaginn. Hvernig svona leggst sá leikur í? Þetta er hörkuleikur og við getum svona alveg unnar, það er ekkert spurning um það sko, en það er kannski bara velti alltaf bara alltaf hvernig hausinn okkur er og bara stemmingin í hópnum en við erum alveg bara, eigum alveg fullt á þér sko. Fylgiskunum alltaf þekkt að vera að spila þetta allt fast, þannig að það er kannski mikilvægt til ykkur að bara mæta þeim. Já, við verðum að taka það alveg bara 150% aðeim, bara ekki nema harka. Þýðir ekkert annað, við getum eitt lift heim að sparki okkur 50 sinum og við gerum ekki neitt á móti. Þannig að við tökum alveg meðlega á móti heim. Góðan úti í Grindavík, þannig að sá sér lítur á að hjálpa ykkur, sálfræðilega. Já, algjörlega, við þurftum nauðsynlega á sigra að halda í þeim leik eftir náttúrulega hræðilega byrjun. Og þó að kannski tölun að segja ekki nema 2-1 fyrir okkur, þá vorum við miklu betra allan tíman. Aðstæðan voru náttúrulega bara ömurlegar, en við vorum að spila miklu meiri fótbolta heldur en þær og héldum boltanum og ef við tökum það með okkur í fylkisleikin þá hef ég engar áhyggjur sko. Og það er náttúrulega margt með að ná 3 stigum á miðvikudaginn. Já, náttúrulega ömurlegt að byrja þetta heima með því að tapa og svo bara núna næsti heimaleikur, kemur ekkert annað til greina en 3 stig. Já, bara mikilvægt að fólk mæti völlin og hvetja ykkur. Það er alltaf mikilvægt. Við þurfum á þeirra stuðningi að halda og það er náttúrulega bara að við látum heyra í sig alveg þá finnum við það inn á vellinum og það gefur okkur auka búst. Kari, takk hérlega fyrir. Takk fyrir leiðis. Viðar, velkomin. Takk. Byrjum fyrst á meiðslavöttu. Berglind og Ágústa meiddust gegn Grindavík. Hvernig er staðan á þeim? Hún er óljós, það kemur í ljós í dag og síðasta leið á morgun hvort annarkvort þeirra báðar verða hreinlega úr leik eða hvort það verða báðar leikhafir. Það skýrist ekki til bara að loka metrunum á æfingu á morgun. Og Mattei er náttúrulega svona stíða upp úr sínum meiðslum. Hvernig er staðan á henni? Hún er vonandi alveg klár. Vissulega er hún stíða upp úr sínum meiðslum með það og misti náttúrulega úr mikilvægar vikur án æfinga þó hún hafi verið látið spila fyrstu leikina. Þannig að hún er ekki komin á fullt aftur nema fyrir þá vonandi núna. Hún hefur verið að æfa vel og taka vel á því og það er búin að vera mjög strembnar og erfiðar æfingar undanfarnar vikur, þannig að ég trúi því að það muni skila sér inn í að leika miðvikudaginn. Er einhver önnur tíðindi? Ég meina, allar heilar? Heilar og ekki heilar. Ég er með of margar leikmenn sem eru að vinna hörðum höndum að því ásamt okkur þjálfurunum að koma sér í endalegt form til þess að geta raunverulega nýst okkur í 90 mínútur. Því miður er það bara staðan og það eru kannski 4-5 leikmenn hugsanlega af 11 sem byrja inn á sem ekki eru í endalegu 90 mínúna ástandi en ég þarf að velja að hafna hvort ég læti þess að leikmenn spila eða ekki. Ég er með fullt af ungum efnilegum spilurum á bekknum sem eru klárið þess að taka þessar stöður ef þeir að ræða og það er mitt síðan að meta það hvort ég hendi þeim inn eða hvort ég læti þessar eldri axla þessa ábyrgð jafnvel þó þurfi kannski að fara að velli áður en leik lýkur. Góður út þessu síðast, en núna Fylkir á miðvikudaginn. Hvernig er svona leggst sá leikur í því? Leikurinn við Fylki verður bara eins og ég held að allir leikir í Pepsi-deild kvenna verði þetta sumarið. Þeir verða allir erfiðir og við mætum ekki með réttu huga að fara til leiks og þeim áhuga og þeirri keppnishörku og vilja til þess að vinna leikin eins og þarf í öllum leikjum sumarsins að þá verður okkur einfaldlega refsa. Það er bara þannig og það gildir einu hvort við erum að spila við Fylki eða Val eða Aftureldingu eða Grindavík, það bara skiptir ekki máli. Það koma öll lið inn í þetta af miklum baráttu hug og miklum vilja til að sækja sér stig, bussi frá því hvað liðin heita eða hvað þau koma. Og ef við erum ekki klár í alla þessa leiki sem framöndan eru, þá lendum við bara í vondum málum. Það er bara eins og auðvelt þess að það er. Já. Þetta Fylkislið, það náði ég til um Val síðast. Hvernig svona leik megum við búast við frá þeim? Þær komu örgulega geislanda sjálfstrausti hérna norður, ætla sér klálega að sækja 3 stig. Þær vita að við höfum hygsta hérna upp á smetrunum, þetta er martröðina móti IBVF og þó við höfum tekið 3 stig í Grindavík í rokinu,
að þá vilja þær negla okkur núna á þeim fórsendum að við séum ekki búin að byggja okkur upp almennilega eftir þessa martröð gegn IBVF og koma hingað örugglega geislandi af sjálfstrausti og jafnvel fúlar yfir því að hafa bara ná jafntefli gegn Íslandsmeisturunum. Þau úrslitin sem að gefa mig til kynna bara áfram eins og ég hef sagt í mjög langan tíma að það munu öll liðin vera líklega til þess að vinna alla. Þetta verður þannig deild í sumar og komið ekkert óvart að Fylkir taki stig á móti Val. Val er náttúrulega ekki af þeim styrkleika sem voru í fyrra, það er bara staðreynd og þess vegna verður deildin svona eins og hún er að spila þessar fyrstu 2 umferðir. Við verðum bara að vera klár í leikina, klára þá við 90 mínútur og þá getur þetta leik gert ýmsa hluti. En svona sálfræðilega hlýtur að vera afar mikilvægt að hafa taka hérna Grindavík síðast. Það var bara lífsspörsmál. Ég var búin að segja það að ganni við aðstofþjálfarum minn að ég kem ekki heim ef við takjum ekki 3 stig og öllu gamni fylgir einhver alvara en það var bara algjört lífsspörsmál upp á sálatrið að taka 3 stig þarna eftir þessa martröð gegn IBVF. Við þurftum að rísa strax upp úr öskustónni og sína það úr hverju við erum gerð og þó aðstæður hafi verið slæma til að spila fótbolta þá sýndu stelpunum mína allt annað karakter í þessum leik heldur en að gerðu í fyrsta leik og það er vonandi sá karakter sem koma skal og hættur að byggja á í komandi umferðum, ekki bara í næstu umferð heldur í þeirri 18. líka þegar uppi staði í haust og svo í meistaradeildinni í framhaldi af því. Já, og það er alltaf mikilvægt að reyna helst að ná 3 stigum á miðvikudaginn. Það er bara sama lífsspörsmáli og það var síðustu helgi. Við nú þurfum að taka 3 stig bara í öllu leiki sem við erum að fara í, gildir einu við hverjum við erum að spila, hvort sem við erum að heimavelli eða úti, við erum að spila samkvæmt því og hafa það hugrekki og þann kraft og vilja til þess að gera það. Því það býr í liðinu, leikmennir eru nú góði til þess og þráttur að við höfum hluta leikmanna sem ekki eru komnir í sitt 100% form að þá ber hugurinn okkur þar sem við þurfum sem ávanta til þess að taka þessi stig. Takk kærlega fyrir. Takk.